stelpa og strákur sem voru að fara með hundana sína út í göngutúr. Þau voru vinir og áttu heima við hliðina á hvort öðru. Stelpan hét Sigríður og var 6 ára og strákurinn hét Aron og var 5 ára. Hundurinn hans Aron hét Freyja en hundurinn hennar Sigríðar hét Snúður. Snúður og Freyja voru vinir og þeim fannst mjög gaman að fara í göngutúr á leikvöllinn. Á leikvöllinu mættu þau vinkonu sinni henni Söndru. Hún átti engan hund en hún átti 2 kanínur, strák og stelpu. Krakkarnir voru að leika við hundana og fóru svo heim til Söndru. Þar sáu þau kanínurnar hennar. Þær voru í búri inni í herberginu hjá Söndru. Þegar þau komu heim sáu þau að 5 ungar voru komnir í heiminn og lágu í búrinu. Ungarnir voru nýfæddir og með lokuð augun. Þau urðu rosalega hissa því þau vissi ekki að kanínan var að fara að fæða unga. Á hælinu fundu þau brunalykt. Þau tóku kanínurnar og ungana og hundana sína og hlupu út. Mamma hennar Söndru sá eld og hringdi í slökkviliðið. Slökkviliðið kom ælandi með sírenurnar á og slökkti eldinn. Öll fóru þau heim til Sigríðar meðan verið var að slökkva eldinn. Slökkviliðsmennirnir slökktu eldinn en húsið var mjög brunnið. Það hafði kviknað í eldhúsinu þegar mamma var að elda kaffi og spaghetti. Mamma hennar Söndru hringdi í pabba og sagði honum að fara til ömmu og afa. Mamma Sigríðar keyrði þau til ömmu og afa. Þar þurftu þau að gista í margar nætur meðan verið var að laga húsið. Það kostar mikla peninga að laga húsið og þau þurftu að bíða eftir því að fá meiri pening. Þau fóru svo í bankann og fengu pening þar því að pabbi hafði geymt pening í bankanum. Pabbi var bankastjóri og hafði fengið pening til það. Þegar þau voru búin að safna nóga pening keyptu þau sér nýtt hús. Það var nálægt gamla húsinu. Það var ekki alveg tilbúið en þau gátu samt flutt í það. Nýja húsið var málað rautt og þakið gult. Einn daginn ákváðu þau að fara saman til útlanda. Þau fóru til Flórída. Hundarnir og kanínurnar fóru til afa og ömmu í pössun. Sigríður, Aron og Sandra lituðu í flugvélinni og horfðu á mynd sem heitir Nemo. Þau fengu eitthvað að borða og svo snakk og tyggjó. Þegar þau komu til Flórída fóru þau á hótelið og næsta dag ætluðu þau í Disneyland og sund. Svo ætluðu þau að fara seinna á ströndina. Köttu út í mýrin, söktu bósið stýri, úti er ævintýri.